Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allarar huggunar, hjálpaðu okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Í Davíðs sálmum standa þessi orð. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna,
Vörður þinn blundar ekki, nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottin vörður þinn, drottin skýlir þér, hann þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Amen. Svo ritar Páll postuli. Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess stóð Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Meðan döggin á
Rísið úr sætum þið sem eigið auðvelt með það og heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hóf Jesús að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsagt sóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Amen. Kæra fjölskylda og vinir, náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Á 13. degi jóla komum við saman til að kveðja og þakka fyrir Tryggva Berg Jónsson. Þegar leiðir skiljast, leita á hug okkar minningar sem hvert og eitt mun geyma í hjarta sér. Líf okkar líður áfram frá dögum til daga sem safnast í vikur, mánuði, ár og áratugi, uns við kveðjum og felum líf okkar þeim Guði sem okkur hefur verið kennt að trúa á og treysta. Þeim Guði sem elskar, sem styður og reisir upp
frá dauðum. Í endurskinni frá ljósi jólanna, ljósinu eilífa, látum við trúna, vonina og kærleikan, leið okkur áfram lífsins veg. Við byggjum góðan Guð að blessa okkur þessa stund og allar minningar sem henni tengjast. Tryggvi var fæddur þann 19. nóvember árið 1937 á sjúkrahúsinu á Akureyri og lést á dvalarheimilinu hér á Sauðárkróki á öðrum degi jóla. Foreldrar hans voru Jón Dísmundur Brynjólfsson, fæddur 1904 og lést 1970, og Sesselja Haraldsdóttir, fædd 1913 og dó 1957. Tryggvi var næst yngstur sinna alsystkina. Elst var Hólmfríður, þá Haraldur Jóhann, Eiríkur Brynjar og yngst Hjördís. Þau eru öll látin nema Hjördís sem lifir. Samfeðra Tryggva eru tvíburasystur, Sigrún Hjördís og Ragnheiður Bryndís. Ragnheiður látin. Sammæðra eru bræður, Sigurður Mikael sem látin og Magnús Georg. Foreldrar Tryggva voru af skagfiskum ættum en flytja í Þverbrekku í Öxnadal snemma á 4. áratug síðustu aldar. Þau skildu að skiptum árið 1939 og þar sem að þau voru fátækt barnafólk var heimilið leyst upp og börnin send sitt í hvora áttina. Tryggvi litli var sendur til Akureyrar þar sem hann var sennilega á fleiri en einu heimili. Haustið 1940 var honum komið í varanlegt fóstur í Fellssel í Köldukinn til hjónanna Önnu Kristinsdóttur og Kristjáns Ingjaldssonar. Hann lenti hjá góðu fólki en heimurinn var harður og hann varð fyrir aðkasti og einelti. Tryggvi leið fyrir að vera fósturbarn og að eiga ekki skyldmenni í samfélaginu sem hann ólst upp í. Verst leið honum í skólanum, þar átti hann ekki 7 dagana sæla og var rækilega minntur á bágborna stöðu sína. Ekki hjálpaði til að hann var örugglega lesblindur og átti í erfiðleikum með að læra að lesa. Æskuárin eru mótunarár hverrar mannesku og eflaust hefur allt þetta haft áhrif fyrir lífstíð. En bognar fyrr en brestur, segir máltækið. Tryggvi var allt frá fyrstu tíð harðduglegur og ósérhlífinn og þannig tókst hann á við áskoranir lífsins. Skólaganga hans var ekki lengri en skyldunámið og hann var feginn þegar því tímabili lauk. Tryggvi tók við búrekstri af fósturforeldrum sínum og keypti Fellssel. Hann bjó með kýr og kindur og gerði út lítinn vörubíl samhliða búskapnum. Hann stundaði ýmiss konar flutninga, meðal annars flutti hann áburð á vorin og fé til slátrunar á haustin. Eiginkona Tryggva var Árný Garðarsdóttir. Hún var fædd 1935 og lést 2015. Þau gengu í hjónaband árið 1964 en slitu samvistum tæplega aldarfjórðung síðar. Börn þeirra eru 8. Sesselja fædd 1965, hún á 2 dætur og 6 barnabörn. Kristján Ingjaldur fæddur 1966, hann á 4 börn og 4 barnabörn. Garðar fæddur 1968, hann á 3 syni og 4 barnabörn. Anna Guðrún fædd 1969, hún á 4 börn og 7 barnabörn. Jón Barði fæddur 1970, hann á 2 börn. Óskar Halldór fæddur 1974, hann á 2 syni. Pétur Hjörleifur fæddur 1976, hann á 3 börn. Og Kristbjörn Heiðar fæddur 1977, hann á 2 dætur. Stjúpdóttir Tryggva Sigrún Hólm. Tryggvi á 51 afkomanda á lífi, 3 hafa látist.
Tryggvi fór frá Fellsseli árið 1987 og þá tók við nýr kafli í lífinu. Til skamms tíma dvaldi hann á Akureyri og vann í verksmiðjunum, en kom fljótlega hingað til Sauðárkróks og settist hér að eða hafði aðsetur. Hann starfaði í steinullarverksmiðjunni og svo hjá verktökum í mörg ár. Hann var við gerð Blönduvirkjunar og eftir það við vegagerð víða land, meðal annars á Öxnadalsheiði, í Bólstaðahlíðarbrekku, á Þverárfjallsvegi og á Tjörnesi. Hann tók þátt í að byggja snjóflóðavarnargarða á Flateyri og fannst það mikil upplifun og hann var við gerð varnargarða við ósa Hornafjarðarfljóts. Á þessum árum vann hann oft í fiski fyrri hluta árs á ýmsum stöðum á landinu, til dæmis í Grindavík en einnig á Vestfjörðum. Árið 1998 keypti Tryggvi lítið hús við Lindargötuna og átti heimili sitt þar síðan. Tryggvi vann nokkur haust í sláturhúsinu á Kópaskeri og líkaði vel að vera þar. Hann var einnig nokkur haust við slátrun hér hjá KS. Starfsævinni lauk hann hjá Fisk Seafood, þar sem hann vann fram yfir áttrætt eða meðan hann hafði heilsu til. Aðal áhugamál Tryggva var að vinna. Hann var samviskusamur starfsmaður, lagði sig allan fram og var umhugað að sinna starfi sínu vel. Tryggvi var mikill karakter. Hann var kannski ekki allra, en hann var traustur vinur vina sinna. Hann var félagslyndur, mjög ræðinn og hafði gaman af að spjalla landsins gagn og nauðsynjar. Hann var glaðlyndur að eðlisfari, en gat snuggast í honum og hann gleymdi ekki ef honum fannst gert á sinn hlut. Tryggvi var hagmæltur og hafði gaman af kveðskap og kunni ógrynni af ljóðum og vísum. Hann þurfti ekki að heyra ferskeytlu nema einu sinni til að læra hana og bestar fannst honum þær vísur sem einhver broddur var í. Tryggvi var léttbyggður, kvikur í hreyfingum, gekk rösklega og var úthaldsgóður. Hann fór í göngur á hverju hausti fram á efri ár og var magnaður gánamaður. Hann stoppaði helst til að svæla í sig einni kamel á metraða og svo var hann þotinn af stað aftur. Tryggvi var nýtinn, nægjusamur og gerði litlar kröfur til veraldlegra gæða. Einn munað leyfði hann sér og það var að reykja. Hann hélt góðri heilsu ótrúlega lengi, en síðustu misserin voru lungun orðin afar léleg. Á síðasta ári fékk hann herbergi á deild 6 á dvalarheimilinu, en skrapp á rúndin flesta daga, fór heim á Lindargötu og kveikti sér í pípunni og kom við í kaupfélaginu og tók fólk tali. Öllur afmörkuð stund, Tryggvi veiktist af flensu og fékk í kjölfarið lúnabólgu sem varð hans banamein. Við leiðarlok margs að minnast og margt að þakka. Guð blessi minningu Tryggva Berg Jónssonar og Guð blessi þig sem þetta heyrir. Amen. Það voru ýmsir sem höfðu samband og gátu ekki verið með okkur hér í dag, en vilja senda innilegar samúðarkveðjur og þakklæti. Hjördís Jónsdóttir, Sveina, Valdimar Valgarðsson frá Tunguhlíð, Brynja Barðadóttir og Jónas Sigurjónsson á Blöndósi, Sigurjón Valgarðsson, Villinganesi, Stefaníu og Ástvaldur á Reykjum, Jakob Einarsson, Bjarni Þór Haraldsson og fjölskylda Egilsstöðum, Einar og Einar Þór á Dúki, Kolbrún María Sæmundsdóttir, Syðstugrund, Jón Aðalsteinn og Baldur frá Rangá senda kveðju sína og þakka Tryggva vináttu, tryggð og mikla hjálpsemi, og Fisk Seafood og samstarfsfólk hans þar sendir samúðarkveðjur og þakka fyrir framlag hans til fyrirtækisins og alla samveru. Og börnin hans Tryggva vilja að lokum koma á framfæri
innilegu þakklæti til starfsfólks á dvalarheimili og sjúkrahúsi fyrir að annast föður þeirra af alúð og umhyggju. Og eins og þið sjáið í skránni þá bjóða þau okkur einnig að þiggja veitingar í ljósheimum eftir útförina. Við skulum biðja. Faðir okkar á himnum, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs sem þú hefur gefið okkur fyrir upprisi Jesú Krists frá dauðum. Líttu í náð til Tryggva Berg Jónssonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Vertu okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveittu okkur í trúnni á þig, að við megum í kærleika, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen.
Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottin hefur kennt okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísið úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Drottinn minn gefi dánum ró en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.
sem